Miklar breytingar hafa verið gerðar á tillögum Bandaríkjastjórnar stríðslok í Úkraínu. Rússar og Úkraínumenn efast þó að þær skili árangri. Úkraínuforseti segir að landamærum verði ekki breytt með hervaldi. Mörg minni verktakafyrirtæki hafa þurft að draga saman seglin, fara í uppsagnir og loka ókláruðum nýbyggingum. Þetta segir formaður Bygg-Iðnar, félags þeirra. 9 börn fæddust á Íslandi í fyrra án aðstoðar heilbrigðisstarfsfólks. Slíkum heimafæðingum fer fjölgandi hér og formaður Ljósmæðrafélagsins telur það hættulega þróun. Dótturfélag Bláa lónsins hefur grafið stórt skarð í Rauðukamba í Þjórsárdal þar sem nýtt hótel og baðlón munu rísa. Kostnaður við framkvæmdirnar hleypur á milljörðum króna. Hann er starfsmaður mánaðarins allan ársins hring og veitir ró og gleði. Benji er meðferðarhundur á Landakoti og afar farsæll í starfi. Gott kvöld. Úkraínumenn leggja til miklar breytingar á þeim tillögum sem yfirvöld í Bandaríkjunum hafa kynnt undanfarið og rætt bak við tjöldin bæði við Rússa og Úkraínumenn. Zelenský, Úkraínuforseti, ávarpaði sænska þingið í dag og sagði afar erfitt fyrir Úkraínumenn að gefa eftir land til Rússa. And it is crucial to support the principles on which Europe stands, that borders cannot be changed by force, that war criminals must not escape justice, and that the aggressor must pay fully for the war he started. Zelenský segir að mikilvæg skref hafi verið stigin í viðræðum í Genf í Sviss helgina en meira þurfi til, eigi að semja frið til frambúðar. Rússar hafa ekki brugðist við tillögunum, en þeir gerðu drónaárásir á Kharkiv, eina stærstu borg Úkraínu í morgun, þar sem minnst 4 féllu og 13 slösuðust. Úkraínumenn binda ekki miklar vonir við friðarferlið. Я відчуваю приниження, взагалі обезцінення нас як нації. Думаю, що нас просто намагаються знищити як націю. То тим паче Росія робила, а тепер ще й Трамп намагається це зробити, підігрує їм. Це неправильно. Leiðtogar nokkurra Evrópuríkja, meðal annars Bretlands og Frakklands, hafa rætt saman síðustu daga og ætla að halda því áfram á morgun til að freista þess að koma friðarferlinu á hreyfingu. Rússar hafa ekki mikla trú á því að það takist. Я думаю, он не состоится, этот план. Его не пройдет, потому что европейцы не позволят. Она будет пытаться их вносить, но вопрос, будут ли их слушать, я думаю, что нет, потому что позиции сильно неравнозначные. И переговорные свои какие-то преимущества Украина потеряла очень давно. Friðartillögur Bandaríkjastjórnar sem ræddar voru í Genf í gær þóttu of hliðhollar Rússum og því hafa Evrópuríkin lagt til ýmsar málamiðlanir. Meðal annars að Úkraína geti gengið í NATO að uppfylltum ákveðnum skilyrðum, en NATO-aðild var úr myndinni í tillögum Bandaríkjastjórnar. Rússum verði gert að sleppa öllum börnum sem þeir hafa rænt í Úkraínu og héruðin í austurhluta landsins sem nú eru á valdi Rússa og áttu að verða rússnesk samkvæmt fyrir tillögunni verði ekki tekin eða endurheimt með hervaldi heldur samningaviðræðum. Úkraínskur þingmaður sem fréttastofan ræddi við í dag efast að þetta dugi til að Rússar hætti árásum. By this point, President Trump was not able to get anything from Putin. So not bring him to a ceasefire or return Ukrainian children. So this is why I'm asking how this time will be different. Like, what is the offer here? And does President Trump have some pressure points on Putin that he didn't use just yet? Because while these negotiations continue, people in Ukraine keep dying because Russia didn't stop killing us. Just this night, they attacked a city of Kharkiv, one of the largest cities of Ukraine, again, killing and terrorizing. So I think the first point in all these negotiations would be to bring Russia to a ceasefire and then continue negotiating in a proper manner. Samdráttur á nýbyggingamarkaði veldur því að mörg fyrirtæki þurfa að draga úr starfsemi. Þetta segir formaður félags byggingamanna. Einhverjir hafa gripið til þess að loka byggingum sínum ókláruðum. Óvissa á fasteignamarkaði hefur aukist gríðarlega undanfarið þegar bankar þrengdu enn lánaskilmála sína
eftir að Hæstiréttur felldi dóm í vaxtamálinu. Þetta veldur samdrætti í greininni og afleiðinga þegar farið að gæta. Í nýbyggingamarkaðnum þá er bara augljós samdráttur í gangi og við erum að sjá fyrirtæki sem bara að draga verulega saman starfsemina og sum jafnvel að loka og þetta ég sé mikið af minni verktökum sem að hafa bara ekki fjármagn til þess að halda áfram og hreinlega bara að loka sínu byggingum og segja upp mannskap. Jón Bjarni segir sorglegt að menn skuli velja þennan kost að hreinlega loka byggingum vegna óvissu sölu og fjármagn. Engin augljós lausn sé í sjónmáli sem hægt var að grípa til núna. Viðmið Seðlabanka hvaða hlutfall af ráðstöfunartekjum megi nýta til íbúðakaupa sé einnig mjög óhagstætt. Hann fagnar því að fundnar séu aðra leiðir, líkt og að nokkrir stórir byggingaverktakar bjóði nú nýjar fjármögnunar leiðir þar sem sjóður í þeirra eigu leggur til alltaf 20% af kaupverði eignar. Þetta mættu lífeyrissjóðirnir skoða líka. Mér finnst það bara viðbrögð við því að menn að reyna að koma eignunum frá sér. Menn að reyna að selja þær og það þá allan að skara að setja upp með 20% heldur en 100%. Mér finnst það bara gott framlag hjá þessum aðilum sem að prófa þetta og vonaði færtist bara vel í þessu. Byggingafyrirtækið Reyr-verk var fyrst til að bjóða upp á þessa nýju fjármögnunarleið í gegnum sjóðinn Reyr 20 í samvinnu við Arion banka. Fjármálaeftirlitið nú með það til skoðunar hvort hluti slíkrar starfsemi falli undir lögum fasteignalán. Forstjóri Reyr-verk segir þetta fyrirkomulag hafa verið þó nokkur tíma í þróun áður boðið var upp á það í samvinnu við stefni fjárfestingasjóð Arion banka. Umfram allt hafi þau vilja bjóða upp á meiri fyrirsjáanleika fyrir kaupendur og líka fyrir þau sjálf í byggingageiranum. Kosturinn fyrir kaupandan sé umtalsmikill. Hann þarf að koma með minna eigið fé og hann kemur með 10% á meðan sjóðurinn kemur með 20%. Þar með búin að stíga inn á fasteignamarkaðinn 80%. Hann með 80% eignarhlutfall að eigninni. Og getur það stíð út af leigumarkaði sem það hefur sýnt sig að það yfir 95% sem vill ekki vera á leigumarkaði. Leiga há og hefur verið hækkandi. Rannveig segir, meðan sjóðurinn sé meðeigandi standi hann einnig skil af 20% af fasteignagjöldum og borgi kostnað af framkvæmdum sem húsfélagið samþykki. Svo nú líka eitt að það mikið talað gæði eigna og nýbygginga í dag að þarna ertu með framkvæmdaraðilann með þér í eigninni og það ákveðin trygging gagnvart gæðum og viðhaldi því að sjóðurinn ætlar að viðhalda sinni eign. Fjármálaeftirlitið nú með það til skoðunar hvort hluti slíkrar starfsemi kunni að falla undir lög fasteignalán til neytenda. Rannveig vísar því þó á bug að seljendalán sé að ræða. Við erum kaupendur að eign með kaupendum, þannig að við erum með eigandi og í rauninni þetta er svo langt í frá að vera lán vegna þess að við borgum inn í sjóðinn 20% af eigninni á sama hátt og kaupandi borgar 10% og síðan lán sem upp á 70%. Jónas Atli Gunnarsson, hagfræðingur hjá HMS, velkomin. Takk fyrir. Mynduð þið segja að þessi nýja lánaleið væri hagstæð fyrir neytendur? Það allavega hagstætt fyrir neytendur að hafa marga valkosti á markanum. Þessi valkostur gerir fleiri heimilum kleift að komast inn á fasteignamarkað og það í sjálfu sér jákvætt og svo þetta líka, felur þetta ekki í sig meiri skuldsetningu sem líka jákvætt. Þetta hins vegar ekki áhættulaust. Við hjá HMS höfum til dæmis áhyggjur af því að þessi leiga sem að heimilin greiða af þessum eignarhlut komið svolítið flatt upp á kannski kaupendur vegna þess að hann getur verið gerður upp í lok eignatímabilsins. Og þessi leiga er verðtryggð, þannig hún vex með verðbólgunni og gæti þá leitt til þess ef að til dæmis verðbólga mikil og fasteignar verða hækka lítið að eignamyndunin eða eigin fjármyndunin verði lítil sem engin eða jafnvel neikvæð. Þannig að það eru áhættur sem að kaupendur ættu að vera meðvitaðir En þetta fer þetta bara eftir smekk kaupenda. En mynduðu mæla með þessari leið?
Við felum bara kaupendum það þau geta tekið sínum ákvarðanir best og við viljum kannski freka bara að þau byggja það á sem bestu upplýsingum sem eru réttastar. En haldið þið að þessi leið muni liðka fyrir á fasteignamarkaði? Hún gæti liðka fyrir á þeim hluta fasteignamarkaðarins sem er svolítið kaldur núna. Það eru nýbyggingarnar sem seljast greinilega hægt og seljast illa, en þetta náttúrulega mjög afmarkað úrræði. Og flestar íbúðir hafa ekki þennan kost. Það er að segja, flestir kaupendur hafa ekki þennan kost að fara í þessa leið. Þannig að þetta hefur kannski ekki rosalega mikil áhrif á markaðinn í heild sinni, en á þann hluta markaðurinn sem stendur verst núna gæti þetta skipta einhverju máli. Einmitt það. Takk fyrir þetta, Jónas Elli. Takk fyrir. Færst hefur í aukana að konur kjósi að fæða börn sín án nokkurrar aðkomu heilbrigðisstarfsfólks. Formaður Ljósmæðrafélagsins segir þetta hættulega þróun og hvetur verðandi mæður til að íhuga þennan kost til að kynna sér málið betur. Í fyrra fæddust 9 börn hér á landi án aðstoðar heilbrigðisstarfsfólks og árið þar á undan voru þau 6. Formaður Ljósmæðrafélags Íslands segir líklegt að fæðingarnar geti verið fleiri, þar sem dæmi séu óskráð börn hér á landi. Þetta áhyggjuefni og maður hugsa líka hver réttur barnsins. Á barni ekki rétt á að taka þátt í samfélaginu og fá viðeigandi heilbrigðisþjónustu. Hugmyndafræðin sprottin frá bandarískri hreyfingu The Free Birth Society sem breski miðillinn The Guardian fjallaði á dögunum. Uppleggið að fæðingarferlið sé náttúrulegt og viðkvæmt og hverskins inngrip geti truflað og valdið bæði móður og barni skaða. Í greininni kemur fram að stofnandi hreyfingarinnar sé hvorki ljósmóðir né læknir og ekki menntuð í heilbrigðisvísindum. Þrátt fyrir það auglýsir hún ráðgjöf og þjónustu meðgöngu og fæðingu án aðstoðar. Hún fer mikinn á samfélagsmiðlum, heldur úti hlaðvarpi og býður upp á þjónustu sem borga þarf talsverða upphæð fyrir. Unnur segir mikilvægt að hafa í huga að heilbrigðiskerfið hér á landi og í Bandaríkjunum séu margt ólíkt. Í Bandaríkjunum dýrt að fæða heima, það dýrt að ráða sér ljósmóður. Við erum með kerfi þar sem að fæðingalæknar fá greitt fyrir hverja fæðingu. Hérna á Íslandi þá eru bara læknar á vakt og þeir fá greitt fyrir að vera á vakt. Og þannig að vaktarskipti hafi ekki áhrif. Konur hafa miklu meiri sjálfstjórn á Íslandi. Þær geta jafnvel valið hvar þær fæða, þær geta valið sér ljósmóður. Þannig að konur eiga ekki að þurfa að fara þessa leið á Íslandi og þetta kostar ekkert á Íslandi. Þú þarft ekki að borga fyrir þessa þjónustu. Unnur segir hugmyndafræðina fá aukin meðbyr hér á landi og það valdi áhyggjum. Hún hvetur óléttar konur til að kanna vel alla þá valkosti sem standa til boða. Minnst grátlegt að það sé að eyða svona miklu pening í svona hættulegar aðstæður. Já, þetta í raun og veru mál sem að það varðar líf og dauðan eða ekki? Það gerir það, jú, það getur gerst það. Þá höldum við til Víetnam þar sem minnst 90 eru látin eftir úrhellisrigningar og mikil flóð síðan fyrir helgi. Drónar hafa nýst vel við björgunarstörf meðal annars til að bjarga fólki úr beljandi stórfljótum. Skefjalaus og nær stöðug rigning hefur verið í Víetnam í margar vikur, mest í suðurhlutanum. Herinn og björgunarsveitir hafa þurft að beita ýmsum aðferðum til þess að koma fólki til bjargar og nauðþurftum til íbúa. Chúng tôi đã sử dụng hệ thống drone từ chiều ngày hôm qua và cho đến nay thì quá trình vận chuyển khá là thành công. Það erfitt að ímynda sér úrkomuna á þessum slóðum fyrir Íslendinga sem mæla rigninguna yfirleitt í millimetrum. Á 2 daga tímabili undir lok síðustu viku mældist úrkoma 5,2 metrar, en það var eftir að fellibylur gekk yfir hluta Víetnam. Margar borgir eru enn umflotnar vatni og eyðileggingin mikil. Nhìn thấy giờ gì rồi, tụi em phải làm sao đây? Thôi cho em ra em chỉ có đứng em khóc thôi chứ em không biết làm gì hết. Bao nhiêu tài sản tích góp vô đây giờ như vậy nè, một đống bùn hư hết, không có còn một cái nào nguyên hết. Mọi người cũng đói nhiều, khát nhiều, nhưng mà bữa nay đã đỡ hơn rồi. Bữa nay cứu trợ đã tới kịp, nhà cửa thì tan hoang hết rồi. Hagsmunagæsla Íslands í Brussel sætti harðri gagnrýni á Alþingi í dag. Stjórnarandstöðunni þótti ríkisstjórnin gera lítið til að verja íslenska hagsmuni, en forsætisráðherra sagði fyrirtæki jafnvel koma sterkari út en áður. Ákvörðun Evrópusambandsins tolla á kísilmálm kom enn og aftur til umræðu á Alþingi í dag.
Forsætisráðherra sagði að vegna öflugar hagsmunagæslu væri niðurstaðan sú að íslensk og norsk fyrirtæki kæmu jafnvel sterkari út en áður, þótt áfram yrði unnið við að vinda ofan af ákvörðun sambandsins. Guðrúnu Hafsteinsdóttur, formanni Sjálfstæðisflokksins, virtist þó lítið til hagsmunagæslu Íslands koma. Telur hún að hagsmunagæsla sem hvorki tryggði undanþágu fyrir Ísland né sýndi skýr viðbrögð eftir niðurstöðuna standist þær kröfur sem gera verður til ríkisstjórnar sem segist verja EES-samninginn. Norðmenn eru að lenda í þessu sem eru með margt umfangsmeiri framleiðslu við á þessari vöru og þau eru með fleiri einstaklinga sem að geta staðist slíkri hagsmunagæslu. Við vorum með þeim í liði, við stígum þessu skref með þeim. Enga síður finnum við fyrir því að við erum í þessari stöðu. Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, formaður Miðflokksins, lagði til að íslensk stjórnvöld myndu, sem viðbragð við ákvörðun ESB, segja sig frá viðskiptakerfi ESB losunarheimildir sem ná til flug- og sjósamgangna. Þótti honum stjórnvöld gera lítið til að verja íslenska hagsmuni þar. Forsætisráðherra sagði núgildandi undanþágu í flugi enn í gildi og upplýsti að bæði umhverfis- og utanríkisráðuneytið ynnu við að fá frekari undanþágur. Þannig að þetta er bara vinna sem er í gangi og við liggjum ekkert flöt gagnvart því. Við áttum okkur alveg á því að við búum við ákveðna sérstöðu hér vegna þess að við erum eyja í Norður-Atlantshafi. Þannig að við erum ekki komin á þann stað að sé komin endalega niðurstaða í því. Kostnaður við nýtt hótel og baðlón í Þjórsárdal hleypur á 8 milljörðum króna. Byggingin á að vera inni í fjallinu en eftir að framkvæmdir hófust kom í ljós að sums staðar var lengra inn að Klöpp en áður var talið. Það er nóg af heitu vatni hérna í Þjórsárdal eins og sjáum á af gufubólstrunum sem stiga hérna upp til himins og það ætlar Bláa lónið að nota en dótturfélag þess ætlar að gera hér baðlón og 40 herbergja hótel sem verður fellt inn í fjallið. Hugmyndin er þar að sú að fólk fái þessa tilfinningu það sé að ganga inn í fjallið. Þetta er einn dýrasta framkvæmd sem ráðist hefur verið í íslenskri ferðaþjónustu en kostnaðurinn er 8 milljarðar króna. Hvar eru þá núna? Já, við erum semst að ganga það eftir hótelganginum. Hérna erum við þá með bergið í Rauðukampafjallinu, hérna megin og svo koma hótelherbyggin hérna út. Svona leit svæðið út þegar fréttastofa var þar fyrir 2 árum. Eftir að framkvæmdir hófust kom í ljós að sums staðar var lengra inn að Klöpp en talið hafði verið. Þið sjáum að hérna á flötunum fyrir neðan eru stórir bingir af jarðefnum. Við munum svo setja þessi jarðefni aftur ofan á bygginguna og felana í fjallinu og við höfum flokkað það í grófleika og lit þannig að í raun og veru verður fjallinu klappað að framkvæmdu loknum og frá gengi. Upp á rask að gera, hefði ekki verið einfaldara að bara hafa hótelið fyrir framan fjallið en ekki inn í því? Markmiðið með því að byggja inn í fjallið er að láta náttúruna og hið manngerða tvinnast saman og skapa eitthvað einstakt. Varasveitarstjórnarfulltrúi í Hreppnum sagði í fréttum útvarps helgina að hún teldi framkvæmdirnar ekki í samræmi við lög auðlindanýtingu. Miðað við gögn sem fréttastofa hefur fengið afhent eru aftur á móti öll tilskilin leyfi fyrir hendi frá þar til bærum stofnunum, svo sem sveitarfélaginu, forsætisráðuneytinu, minjastofnun, umhverfisstofnun og náttúruverndarstofnun. Þáverandi forsætisráðherra Katrín Jakobsdóttir gaf upphaflega leyfi fyrir framkvæmdunum en þær þurftu ekki að fara í umhverfismat, enn á eftir að semja greiðslur til ríkisins fyrir vatnsnýtingu. Við mynni dalsins byggir fyrirtæki gestastofu og þar er verið að gera bílaplan. Lagður hefur verið næstum 10 kilometra vegur þaðan að hótelinu. Magnús segir að vegurinn verði opinn öllum en viðskiptavinir hótelsins og baðlónsins verði ferjaðir upp eftir. Við erum að stýra umferðinni, við erum að stýra álæginu. Frekar en að fá 200 bíla hengu upp yfir ef bara rúta á 20 mínútna fresti fram og tilbaka. Og þetta er ekki bara fyrir þá allra efnuðustu að koma hingað? Nei, alls ekki. Við erum að byggja upp tjaldsvæði við gestastofuna, við byggjum smáhýsi eða skála fyrir svefnpokagistingu. Við erum með fjallaböðinu opin öllum. Matarkarfan er ódýrust í Danmörku. Þetta leiddi óformleg könnun fréttastofu í ljós þar sem fréttamenn könnuðu verð á 5 vörum í 4 norrænum löndum. Þetta er Birgir Þór. Ég er hérna í Svíþjóð. Í Oslo í höfuðborg Noregs. Ég er í Reykjavík og ég ætla í Bónus. Nú er ég komin hérna í gamla höfuðstaðinn til Kaupmannahafnar, höfuðborgar Danmerkur. Ég ætla að kíkja hérna inn í Netto og kaupa 5 vörur og allt og hvað það kosta. Og þá leggjum við af stað í óformlega könnun fréttastofunar. Hvað kosta þessir 5 hlutir í 4 norðurlöndum? Og við byrjum á einum banana. Einn lítir af mjólk er næst. Það er svona jólasveinar.
1 lítri. Svo þurfum við að eiga kaffi. Lavazza kaffi, byrju við, var það ekki hér? Ja, akkurat. Þessi. Ég held að ég sé með meira kaffi en strákarnir. Ég er með 500 grömm af Lavazza kaffi. Þannig að ég þarf eiginlega að reikna þetta svolítið út. Kaffið verður að vera ítalskt. Svo eru það bleiurnar. Það var bleiudeildin. Nú veit ég að strákarnir völdu Pampers. En vitið þið, ég held að ég sjái ekki Pampers. Líberó verður þá bara að duga. Og 1 kíló af hakki. Ég fann hakkið. Já, ég er mjög forvitin að vita hvort að innkaupapóki minn verið dýrari en í hinum Norðurlöndunum. Ég þora að veðja að Noregur sé með dýrasta innkaupapókan, en ég veit ekki, ég er ekki alveg með svona tilfinningu fyrir því. Jæja, þá er þessari verslun að fara hlutið og komin tími á aftur hvað þetta kostar allt saman. Óformleg könnun fréttastofu leiddi í ljós að þessir 5 hlutir voru ódýrastir í Danmörku. Þar kostaði matarkarfa fréttastofu það bil 3.950 íslenskar krónur. Næst ódýraust var hún í Svíþjóð, eða rétt rúmlega 4.000 krónur. Því næst kemur Noregur. Þar kostaði matarkarfan rúmlega 4.400 krónur. Og dýrust er karfan hér, 4.724 krónur. Neytendavaktin er lokið. Meðferðahundurinn Benji nýtur velgengni í störfum sínum á Landakoti. Hann veitir gleði og vináttu og sjúklingur segir hann dásamlegan. Benji er 8 ára og er blanda af tegundunum Pomeranian og Shih Tzu. Hann er í eigu Söndru Ganisso, félagságjafa og starfsmanns endurhæfinga og öldrunarlækningadeilda Landspítala á Landakoti, en hann hóf störf fyrr á árinu og er nú í hlutastarfi á deildunum. We try to balance not just focus on physical health, but also the mental health of the patients. And for example, Benji, is a change of attitude. It makes the people get out of these shells. We get a smile, we get the patients to be open for a conversation, be willing to participate in our activities. Áður en Benji hóf störf sótt hann námskeið fyrir meðferðarhunda. Eftir að hafa lokið námi með góðum vitnisburði var honum ekkert að vanbúnaði. Og svo eru sumir bara fæddir í tiltekin störf. It's also important the dog have a right personality. Hann bara læt með fljúga mörg ára aftur í tíman. Þegar ég var strákur í sveit og var með minn hund alla daga og hann elti mig og hljóp fyrir mig og þetta rifjar allt upp. Maður man best eftir þegar maður er komin á þessi ár. Það er ekki slæmt. Nei. Og það er yfirleitt bara góða minningar. Þetta verður dásamlegt að hafa svona. Og ég held að allir svona fái góða tilfinningar. Þetta er svo einlægur dýr, sko. Svo mikil vinátta. Og Benji far ekki síðri einkum frá vinnufélögum. Benji hefur svo róandi áhrif og bara stuðlar að góðri andlegri líðan, þannig já. Er hann vinsæll meðal vinnufélaga? Já, mjög. Alltaf starfsmaður mánaðarins. Það er Kastljós kvöldsins. Hvað ætlar að bjóða upp á? Við ætlum að reyna að toppa ykkur. Þið eru með meðferðarhundinn Benji, en við ætlum að heimsækja sálfræðing sem er ekki bara með meðferðarhunda, heldur líka hesta og naggrísi.
því til viðbótar þá ætlum við að kynnast leikaranum Ólafi Ásgeirssyni sem einn af höfundum áramótaskaupsins og svo ætlum við að ræða vímuefnaneyslu unglinga. Það fer tvennum sögum af henni þessa dagana. Einmitt. Takk fyrir það, fylgjumst með því. En í beinu framhaldi af Kastljósi verður Silfrið á dagskrá og hvað ætlar að bjóða okkur upp á þar, Bergsteinn? Því miður engin gæludýr í kvöld en við ætlum að ræða umhverfismálin við Jóhann Pál Jóhannsson, umhverfis-, orku- og loftslagsráðherra sem nýkominn á loftslagsráðstefnu Sameinuðu þjóðanna. Í seinni hluta þáttar verðum við svo á vettvangi dagsins með þeim Andreu Sigurðardóttur, Þóru Kristínu Ásgeirsdóttur og Þórhalli Gunnarsinni. Takk fyrir það, fylgjumst með því. En fyrst ætlum við að líta til veðurs. Gengur í suðaustan 8 til 15 metra vestanlands í nótt en mun hvassara tíma á norðanverðu Snæfellsnesi. Slitta eða snjókoma og síðan rigning en þurrt fyrir austan þar til síðdegis. Nánar veðrið að loknum íþróttafréttum. Íslenska kvennalandsliðið í handbolta mætt til Stuttgart þar sem liðið mun spila sinn riðil á heimsmeistaramótinu sem hefst á miðvikudag. Við heyrum hljóðið í Söndru Erlingsdóttur fyrirliða liðsins. Alexandra Líf Arnarsdóttir var kölluð inn í hóp liðsins í dag og ferðaðist því með liðinu út. Hún hefur spilað í fjarveru Elísu Elíasdóttur sem glímir við meiðsli. Og 2 leikir voru spilaðir í bónusdeild kvenna í körfubolta í gær. Missið ekki af íþróttum hér eftir andartak. Þá ætlum við að rifja upp það sem var helst í þessu fréttatíma. Miklar breytingar hafa verið gerðar á tillögum Bandaríkjastjórnar stríðslok í Úkraínu. Rússar og Úkraínumenn efast þó að þær skili árangri. Úkraínuforseti segir að landamærum verði ekki breytt með hervaldi. Mörg minni verktakafyrirtæki hafa þurft að draga saman seglin, fara í uppsagnir og loka ókláruðum nýbyggingum. Þetta segir formaður Bygg-Iðnar félags þeirra. 9 börn fæddust á Íslandi í fyrra án aðstoðar heilbrigðisstarfsfólks. Slíkum heimafæðingum fer fjölgandi hér og formaður Ljósmæðrafélagsins telur það hættulega þróun. Dótturfélag Bláa Lónsins hefur grafið stórt skarð í Rauðukamba í Þjórsárdal þar sem nýtt hótel og baðlón munu rísa. Kostnaður við framkvæmdirnar hleypur á milljörðum. Þetta þá upptalið hjá okkur í bili. Við minnum á að það alltaf hægt að senda okkur ábendingar á netfangið fréttir.ru.is. Takk fyrir samfylgdina á öllum okkar miðlum það sem af er degi. Verið sæl og njótið kvöldsins. Á RÚV í kvöld. Silfrið, Sigríður Hagalín Björnsdóttir, Valgeir Örn Ragnarsson og Bergsteinn Sigurðsson fá til sín gesti og kryfja með þeim atburði líðandi stundar og pólitískt landslag hverju sinni. Norðurstjarnan, gráglettin finnsk þáttaröð lögreglukonu sem rannsakar glæpi í Lapplandi, stærsta lögregluumdæmi heims. Handrit þáttanna